Áfram höldum með föstudagsþáttinn. Hún komin til mín, hún Jónína Björt, velkomin. Takk fyrir. Söng og leikkona. Yes. Heyrðu, það er með mörg járn í eldinum. Hvar eigum við að byrja? Eigum við að byrja, þú ert með lítið barn sem að fara í aðlögun, heyrði ég á hann? Já. Já, það alltaf að gerast. Já, það að byrja. Já. En svo ertu að kynna fyrir okkur allar að taka lagið hérna á eftir. Dífutónleikar á Græna hattinum. Já, passar. Það var að dífutónleikar 27. Já, næsta 50 dag. Já. Og er komið með alveg frábæran hóp með mér, hljómsveit og bakrættir og en við erum sérst búin að gera þetta 2 ára áður. Já, er það ekki? Já. Jú, þetta er alveg bara ótrúlega skemmtilegt. Ekki hægt að hætta? Nei, eiginlega ekki, sko. Og við erum svona aðeins að breyta út af kannski núna, við erum að finna nýjar dífur. Já. Við erum að búin að vera að taka Celine Dion og Adele og eitthvað svona og Beyoncé og svo núna erum við svona að færa okkur yfir í Lady Gaga og Pink og svona. Og Cher. Og Cher, það ekki? Já. Þá með mitt sín svona því á eftir. Aha. Og eins og þetta sé ekki alveg yfirdrifið þá ertu líka að fara að syngja með Sinfó núna á sunnudaginn. Já. Segðu mér aðeins frá því. Já, ég er sérst að fara að syngja bara Lói, þú flýgur aldrei einn. Teiknimyndin íslenska. Já. Svona hljómleika bíó þar sem að Sinfóníuhljómsveitin ætlar að spila alla tónlistina sem er í myndinni og myndin er upp á tjaldi. Eru þið búin að æfa, keyra þetta saman eða? Þarf það ekki? Jú, vissulega. Bandið er náttúrulega búið að vera að æfa á svoleiðis og svo er ég að detta inn í þetta og svo verður Högni líka að syngja og þannig að þetta er alveg ótrúlega spennandi. Spennandi. Hvernig, sýningin verður þá væntanlega á stóru tjaldi og þið samt líka sýnileg þarna bara á sviðinu fyrir mér, eða ekki? Já, bara öll sveitin er sérst bara á sviðinu. Spennandi. Og þetta er ekki nóg, því að þú ert líka að fara að æfa Vorið vaknar. Já. Ertu ekki svolítið spennt? Mjög spennt. Það er sem sagt söngleikur, eldgamalt leikrit. Þetta er, já, mjög gömul saga frá 1800 og eitthvað. Og svo er svona rock tónlist í rauninni tvinnuð inn í þetta. Og svona nýleg tónlist, sko. Og þetta er svona aðalsöngleikurinn í ár hjá leikfélaginu. Og þú ert búin að sjá þetta á Broadway? Já, ég sá þetta á Broadway þegar ég var úti í mínu námi, sko. Já. Þú lærðir hvar, segirðu? Ég var í New York að læra. Að læra söng? Já, ég var svona við söngleikjadeild, þannig að ég bæði lærði leiklist og söng og dans og svona. Og varst þú búin í Listaháskólanum? Já, kláraði sérst BA í klassískum söng, rétt áður en ég fór. Og komst þú beint til Akureyrar eftir þetta? Já, ég bara ákvað að prófa að fara aðeins heim og það gengur bara vel? Og líður bara ágætlega, já, það er bara alltaf uppleiði núna allavega, nóg að gera. Og veistu eitthvað með framhaldið? Tekur bara svona 1 vetur í einu eða? Já, það er svolítið þannig, sko. Meðan maður er ekki með neina fastráðningu að þá maður svolítið bara svona að taka hvert ár fyrir sig, sko. En svo er nóg verkefnum svona þess utan að performera sjálfur, þú ert að kenna tveimur stöðum? Já, ég er að kenna bæði í tónræktinni og í leiklistskólanum hjá Menningafélaginu. Þannig að það er svona, öðruvísi, skemmtilegt líka. Já, gott að hafa með. Já, það er svona fínt. En dífutónleikarnir, þeir eru núna bara á 50 daginn og miðar á Tix eða Græni hatturinn? Já, bæði bara, inn á Tix.is og Græna hattinum og ég held að sé líka hægt að kaupa á Backpackers miða. Og ætlar aðeins að segja okkur frá laginu sem við fáum að heyra hérna eftir? Ég held að það þekki hann flestir, sko. Já, en það kannski veit ekki allir að Cher var, hvað sagður, formóði rapparana. Já, það var svona, við vorum að ræða þetta, að Cher var svolítið með autotune, sko, sem var kannski ekki mikið, hún var eiginlega svona fyrsta sem að fór að nota það svolítið, sem notað rosalega mikið hjá rappurum og þessum röddin verður svolítið svona gerfileg einhvern veginn. Já, svona, þú veist, maður heyrir það bara að breyta röddinu lítið og hann að við verðum að djóka með það, sko, hún sé guðmóði rapparana. En þið ætlið ekki að autotuna þetta lag? Ekki hér allavega, við skulum sjá hvað hljóðmaður gerir á Græna hattinum, sko. Bara kærar þakkir fyrir komuna og gangið svaka vel. Já, takk fyrir það. Þínum listaferli. Takk.